Þótt keppnishestar séu vissulega ekki feitir, þá má með sanni segja að lið Skóis Prestige hafi riðið feitum hesti frá fyrsta keppnisdegi í meistaradeild KS í hestaíþróttum, þar sem liðið endaði í efsta sæti. Við hittum Elvar Loga Friðriksson, liðstjóra liðsins, og Fanneyju Dögg Indriðadóttur fyrr daginn þar sem þau eru í þann mund að leiða gæðingarna upp á kerruna fyrir keppni kvöldsins. En með þeim í liði er Ísólfur Líndal Þórisson sem átti einmitt eftir að sigra gæðingafimmina á hestinum Krumma frá Höfðabakka. Ég bara fædd og uppalinn á Sveitabæ, Grafakoti, og mamma mín var í þessu eingöngu og er það ennþá, og amma mín var reiðkennari líka og síðan eiga þau fullt á hestum og pabbi var líka í þessu og eitthvað svona, en þetta hefur einhvern veginn, já, það hefur verið draumurinn, síðan bara fór ég og menntaði mig og varð reiðkennari og já, þetta var svona, lífið hefur svolítið snúist þetta og auðvitað er maður kannski svolítið alinn upp í þessu. En ég myndi segja að ég var líka bara heppin, ég fekk, góða hesta frá byrjun og byrjaði að keppa og hafði bara mjög gaman af og gekk vel og svona, þannig að, utanumhaldið var gott og þannig fekk ég meiri áhuga og hafði, góðan stuðning. Þannig að já, þetta var allt mjög skemmtilegt og þess vegna hélt maður áfram. Þínlega, þú byrjar ungur í þessu? Já, þetta er bara sama, sko. Ég er uppalinn á Varmalæk og þar voru við bara, já, 200 hross eða eitthvað og bara mikil ræktun og hestaleiga og hestaferðir og maður var bara í þessu. Hefur þetta breyst mikið síðan að þú byrjar að temja, tamningar, aðferðir og annað? Já, það er ótrúlega mikið búið að breytast á stuttum tíma. Nú er ég, ég byrjaði að temja 12, 13, 14 ára og þá var maður settur á svona trippi bara, já, mjög lítið gert, eða já, bara í fyrsta skipti þá ég byrjaði að temja í, það var svona torfhús sem var með básum og það var eiginlega alla gerði og staur hérna lengst fyrir neðan, bara svona símastaur og svo var bara settur á bak og sá sem hélt í var með svona lykki á kalinum og hljóp niður eftir og undan byggjunni og reynda að húkka á staurinn, sko. Þetta eru 20 ár síðan og þetta er alveg ótrúlega stuð. Núna erum við að fara að keppa til dæmis í gæðingafimm í kvöld og þetta er svona annað pakki svolítið og líka tamningar, aðferðir og þetta er orðið svo mikið, þetta er orðið bara svo, já, mikið sport og mikið fagmennska. Það er alveg ljóst að þróunin í hestamannasportinu hefur verið ör síðustu ár, bæði innan sem utanvallar, í tamningu og keppni. Þetta er mjög fljótt að gerast og ef maður horfir á gömul myndbönd og bara, til dæmis bara 5-7 ára gömul myndbönd, að þá sér maður bara mjög mikinn mun á gæðum í reiðmennsku og á hestunum sem náttúrulega batna með betri reiðmennsku og við náttúrulega erum að sækja mikla menntun núna og þetta er náttúrulega eins og hann var að lýsa, ég veit ekki alveg hvað hann er gamall, sko, en þetta var ekki svona hjá mér en þú veist, já, eins og bara skólinn, þú veist, hólar, hann sækir mikla bara þekkingu frá öðrum löndum, kemur með það inn í skólan, við lærum það. Þetta er rosalega fljótt að gerast og þú veist, þó svo hann sé búin að vera alveg í mörg ár, að þá erum við ennþá að sjá alltaf mjög góða þróun í þessu sem er mjög ánægilegt. Þannig að við erum alltaf að verða betri og betri hross og þetta tengist náttúrulega allt saman. Elvar og Fanney tóku með sig gæðingana Grifflu frá Gauksholti og Trygglind frá Grafarkoti sem eru ræktaðar annars vegar af móður Fanneyjar og hins vegar systurinnar, en hestasportið er tvíþætt, knapi og hestur og því skiptir ekki síður máli að knapinn sé íþróttamaður og hugsi vel sig eins og hestin sinn. Nei, ég myndi segja að það var bara mjög mikilvægt að skiptir öllu máli að við séum í líkamlegu formi til að geta verið á hestinum og til þess að hann geti bara gert sitt besta að þá þurfum við að vera í góðu jafnvægi og með vöðvana á réttum stað og geta svolítið svona hjálpa honum að halda á okkur og framkvæma það sem hann á að gera, myndi ég segja. Og nú er meistaradeild KS, þetta er bæði einstaklingskeppni og liðakeppni, þeir eru saman í liði en þeir eru nú vantarlega eitthvað að keppa við hvort annað í einstaklingskeppninni. Nei, ég þori því ekki. Ég er bara meira fyrir gott hjónaband og heldur eitthvað svoleiðis, sko. Nei, við hjálpum stað bara með þetta allt saman og við erum bara að keppa í þessu saman, sko. Það er meira svona ef við erum að keppa heim eitthvað, sko, en þarna erum við bara í góðum feeling, sko. Já, það er líka svo leiðilegt, þú veist, ef að öðru gengur illa, svona upp á móralina og stemninguna og svona. Það er svona skemmtilegra að hjálpa stað og fínt að gangi bara báðum vel.
Jú, lið þarf að vinna saman sem heild og þá skiptir miklu máli að hjálpa og styðja við baki á hvert öðru, því þannig næst árangur og þá ekki bara við keppnina, heldur lífið sjálft, enda margt í lífinu annað en hestamennskan. Það svolítið nöðsynlegt að gera eitthvað annað líka, þannig að maður verði ekki bara einn hesthaus, þannig að ég til dæmis bara í blaki og svo í fyrra þá ákvað ég að fara í sjúkraflutninganám og orðin basic manneskja í sjúkraflutningum og vinn við það, sem sagt, sólarhringsvakt 1 vika í mánuði, þá ég í sjúkraflutningum en ég samt í vinnunni líka, bara stekkur því ef það gerist eitthvað, þannig að, og mér finnst það mjög gaman og var alveg svona mikil áskorun fyrir mig að fara í eitthvað allt annað en mjög skemmtilegt líka að líta aðeins upp og eins með blaki að hitta vinkonurnar og gera eitthvað allt annað, það mjög nauðsynlegt. Elvar og Fanney reka þá einnig hestalegu á Hvammstanga og þar ekki aðrar áherslur í tamningu hestana. Já, það alveg allt önnur ella. Þar erum við með reynsluboltana, rólegu hestana sem eru vanir öllu og þeir þurfa að geta bara, þeir eiginlega vera sprengjuheldir og það svona, já, allt annað. Þar til dæmis bara meira svona verið að njóta, þú veist, fara í svona kósí reiðtúra og allt önnur svona hugmynd á baku það, þú veist, þar erum við ekkert að spá í einhverjum hreyfingum og fótaburði og takti og allt þetta eins og meira í ræktun og keppni og svoleiðis. Þarna erum við bara að hafa kósí og njóta þess að vera í umhverfinu og ríða út og geta farið með krakkana, þú veist, við erum líka með barnanámskeið og svoleiðis. Þannig að, já, það svona allt annað en líka mjög skemmtilegt að skipta eins yfir í það á milli.